Norrlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi. Maðurinn hefur í gegnum tíðina reynt að finna aðferðir til þess að spá fyrir framtíðina með ýmsum hætti. Ein aðferð svokölluð talnaspeki, en gríski heimspekingurinn Aristóteles talinn hafa fundið tíðnigildi tölustafa og bókstafa sem úrvarð fræðigreinin talnaspeki. Hún náskyld stjörnuspekinni og hinni heilögu geometríu. Einn þeirra sem hefur pælt mikið í talnaspeki sundkappinn, myndlistamaðurinn og rithöfundurinn Benedict S. Lafleur á Sauðárkróki. Það má segja að árið 2018 sé beint framhald af árinu 2017 í svolítið öðrum skilningi en okkur dettur í hug þegar við heyrum þetta. Það að segja þversuman árinu 2017 var í raun, þversuman að seinni hluta ársins 2017 var 8 og það eiginlega svo tala sem við erum að líta helst til. Það sem sagt þessi 17 og svo núna 18 og þversuman var 8 og nú þessi 8 orðin miklu virkari heldur hún var í fyrra. Þegar hún stendur við hliðina á ásnum og ásin þessi drífandi tala, drifkrafturinn sem rekur okkur áfram. Hann svolítið hvatvís en það mikill kraftur í honum og sérstaklega núna í janúar þá þetta fyrsti mánuðurinn á árinu og við viljum prófa ýmsa hluti og kannski verða þeir ekki varalegir en okkur langar til að byrja að gera eitthvað upp á nýtt og prófa okkur áfram. Og nú þessi 8, hún orðin miklu öflugri sem fjármálatala, þetta peningatalan og valdatalan og fyrir þá sem eru í viðskiptum eða stunda viðskipti eða fjármál eða eitthvað slíkt að þá þetta auðvitað svolítið spennandi tala. Hún áhættusöm en það sem við verum að horfa hérna í að þversumma ársins 2018 talan 11 sem frumkvöðlatalan, það meistaratala. Og þetta auðvitað ár frumkvöðlana og brautryðjandana og ég einmitt var hugsað til þess að ríkisstjórnin hún hefur talað það að styðja sérstaklega við bakið á frumkvöðlum í ár þannig að maður horfir spenntur til þess að hún gerir kannski eitthvað svona meira en hefur gert undanfarin ár enda held ég að komi eitthvað fyrir í stefnu stjórnvalda núna að gera eitthvað sérstaklega fyrir frumkvöðla. Þannig að þetta auðvitað mjög spennandi ár fyrir frumkvöðla. Þeir sem áttu kannski brattan að sækja í fyrra, ef þeir hafa getað haldið áfram, ekki þurft að gefast upp eða hætta því sem þeir voru að gera þá, að þeir gætu hugsanlega ná sér að strik núna því að þversumma ársins í fyrra var 1 og það þýðir líka samdráttur. Við munum eftir samdrættinu 2008, þessum að þar var 1 líka og þar var einmitt spurning hvort að menn kæmist í gegnum þann samdrátt, það var ekki en svo í fyrra þá voru einmitt sumir að spá hvort að spá fyrir hruni eða það gæti orðið einhver samdráttur og eflaust hefur hann orðið náttúrulega á einhverjum sviðum en svona almennt séð þá vorum við mjög sterkar í fyrra heldur en 2008 og við sjáum þetta svolítið í þjóðfélaginu og núna í ár þá erum við komnir yfir kannski það svona erfiðasta hjallan og þá þetta mjög spennandi fyrir þá sem eru líka að hefja frumkvöðlastarf. Þetta gæti orðið svolítið spennandi ár fyrir þá og í raun alla þá sem náttúrulega njóta stuðnings. Við getum hort til landsliðsins í knattspyrnu og náttúrulega Evrópumótsins núna bara kylfingana okkar og bara allra sem eru að stunda frumkvöðlastörf á hinum ýmsu sviðum. Þannig að þetta ár verður þeim gott sem sagt? Þetta gæti verið mjög spennandi. Ég hef sagt að fólk tekur áhættu. 8 áhættusækin og 11 það líka. Þannig að fólk tekur kannski áhættu og ef fólk hefur ekki stuðning þá kannski gengur ekki eins vel eins og þeir sem hafa stuðning og bakland. Það skiptir máli að hafa sterkt bakland í þessari, en möguleikarnir eru mjög miklir í ár. Ég myndi segja að tækifærin ófá og svo þannig það skiptir auðvitað gífurlega máli. Síðan hin hliðin á teningnum og það andlega, þessi andlegi kraftur
og andlega orka, þessi orka sem fylgir ellifunni, það andleg hreinsun og gífurlega sviptingar og þetta ellifan miskunnarlaus og hún getur náttúrulega verið líka, henni getur fylgt þeir sem eru með ellifuna og taka hana alvarlega, meðvitað eða ekki, eða ómeðvitað, að þeir fylgja sinni köllun alveg út í rauðan dauðan og þeir svífast einskis. Þannig að það getur líka verið, þetta getur verið ár hryðjuverkanna, getur verið ár náttúruhamfara og allskyns ólgu. Benedikt segir að það séu engar tilviljanir til hvorki í náttúrunni né tilverunni, enda hafi Pýþagóras og fylgismenn hans lagt stund á talnaspeki og talið að heilartölur og hlutföll þeirra væri lykillinn að leyndardómum alheimsins. Talnaspeki geti til dæmis hjálpað til við að setja saman sterkari vinnuhópa, komið að gagni við ráðningu starfsmanna og svo mætti lengi telja. Því hver lífstala hafi sína styrkleika. En ef þetta ár ár frumkvöðla, hvernig verður þá árið 2019? Ég held að verði nú auðveldar ár. Ég held að það þversum að það 3, þá eru komin í svolítið meiri svona sveigjanleika og hins vegar mjög mikla breytingar, umbreytingu og ferðalög fyrir fólk og annað. Þannig ég held að fólk sé þegar búið komið fer í gegnum þetta ár í ár sem verður virkilega hörku ár og að þá eru menn komin í svona, kannski aðeins svona auðveldari hluti. Eigum að segja bara þegar við erum á Sauðárkróki, þá erum við komin á Lygnari sjó. Lygnari sjó, já, við líst vel á það. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.